Komið sæl. Af smá tæknilegum örðugleikum þá náði ég ekki að streyma þessu en planið er að vera með vikuleg streymi þar sem að ég í raun og veru fer yfir alls konar efni sem tengist sjúkraþjálfun eða þjálfun og svo ef að það eru ykkur áhorfendur sem að vilja spyrja þá er hægt að spyrja undir lok fyrirlestarins. Það sem ég ætla að tala í dag er í raun og veru kviðslit og það sem að maður gerir við kviðsliti. Fyrsta, hvað er kviðslit? Það er það þegar að það kemur gat á kviðvegginn. Kviðveggurinn er hérna framan á kviðnum og það fara oft þarmar í gegnum gatið og getur valdið stíflum í þörmunum og þeim getur líka orðið drep í þörmunum út af því að æðarnar sem eru utanum að blóðið kemst ekki jafn vel í svæðið sem að er út úr kviðveggnum. Þetta er samt ekki alltaf sem að kviðslit veldur þessum þarma útfellingum en það er mjög algengt. Þetta er algengt til dæmis í nára hjá körlum þar sem að það er svona smá op þessum sáðarásin fer upp úr og þetta er mjög algengt hjá íþróttamönnum. Getur alveg gerst á sama stað hjá konum, það er mun óalgengara en svo er þetta til dæmis algengt í nafla, á skurðsvæði, eftir aðgerðir. Það getur verið hvar sem er á kviðveggnum. Maður finnur yfirleitt fyrir kviðslitinu þegar maður setur álag á kviðinn og þarf að draga saman kviðvöðvana því þá togar í þetta gat og kviðslit er eitthvað sem maður svona alla jafna grær illa eða ekki. En það þýðir samt ekki að fólk getur ekki liðið þokkalega með kviðslit og það er til dæmis hellingur af fólki sem að er með kviðslit finnur ekkert fyrir því. Og sama skapi er hellingur af fólki sem er með kviðslit og er bara að drepast í kviðnum. Stundum þá eru gerðar kviðslitsaðgerðir og það er það sem er næsta sem ég ætla að fara í gegnum. Eftir kviðslitsaðgerðir þá er síðan gott að fara í gegnum ákveðið endurhæfingarferli. Það er ekkert endilega alltaf sem að fólk kemur í sjúkraþjálfun eftir kviðslitsaðgerðir og þess vegna finnst mér sérstaklega mikilvægt að vera með fræðslu hvað fólk á að gera eftir aðgerðirnar. En stundum kemur það. Í aðgerðinni þá er yfirleitt bara skorið upp og sett svona svokallað stoðnet undir kviðslitið til þess að loka því. Síðan eftir aðgerðina á byrja fyrstu 2 vikurnar á því að fylgja leiðbeiningum frá lækninum eða sjúkrahúsinu eða þeim stað sem maður fór í aðgerðina og svo skiptir miklu máli að maður ætlar ekki að lyfta einhverjum hlutum sem eru þyngri en svo kaffibolli eða vatnsglas fyrstu vikuna. Aðra vikuna ætlar ekki að lyfta meir en 5 kílóum. Maður á alltaf að snúa sér á hliðina áður en maður sest upp og maður á ekki að liggja á bakinu og reisa sig við. Mælti með að byrja strax að fara í göngutúra frá degi 1, bara hafa þá mjög stutta að byrja með, jafnvel 3 til 6 göngutúra á dag. Ekki gera neitt sem að framkvæmdar verki yfir 2 á verkjaskala þar sem 0 eru engir verkir, 10 eru verstu verkir sem við getum ímyndað ykkur og ef að maður er að setjast upp eða hósta eða eitthvað þannig sem setur álag á kviðinn þá er mjög snyrtilegt að kodda til þess að búa til stuðning. Einnig er mælt með að halda ekki niður sér andanum. Og ég ætla að sýna ykkur hérna hvernig maður á til dæmis að
setjast upp þegar maður liggjandi. Og málið að núna ég liggjandi á bakinu og ef ég kem hérna og sest upp mjög mikið álag á kviðinn. Þannig það sem ég vil gera að ég vil byrja að beygja hnén, koma mér yfir á hliðina og síðan nota maður oft olnbogann á neðri hendinni og síðan bara hendina inni til þess að ýta sér upp. Þeir eru með fætuna fram af og kemur sér upp. Þá getur maður fengið ágætis stuðning frá höndunum og maður getur fengið líka ágætis hjálp frá þyngdinni í fótunum. En til þess að fá enn meiri stuðning alveg til að byrja með, þá maður með koddann og heldur honum upp við sig og svo ýtir sér upp. Eins ef maður að hósta, þá grípur maður kodda, heldur vel þá maður með stuðninginn og hóstar. Æfingar sem eru mjög sniðugar þarna til að byrja með, það að standa upp og setjast, gera svokallaðar ökklapumpur, spenna rassvöðvana, kálfalyftur eða spenna grindabotninn. Standa upp og setjast, það sem sagt, það bara einfaldlega að vera í stól. Og standa upp og setjast. Ökklapumpur eru æfing fyrir aftur bekkinn þar sem maður situr eða liggur og einfaldlega hreyfir ökklana. Þetta gert til þess að aðeins hjálpa blóðinu að koma upp úr fótunum upp í afganginn af æðakerfinu og rassvöðvaspennurnar, það bara eitthvað sem getur gert sitjandi, liggjandi og þá það í raun og bara að saman, rasskinnarnar. Einnig hægt að gera þetta liggjandi á bakinu, bogið hné og þrýsta fótunum niður í bekkinn. Þetta ekki taka mjaðmalyftur, heldur bara aðeins þrýsta, spenna grindabotninn. Þá ímyndið ykkur að séu að pissa og þurfa að stoppa bununa. Það tilfinningin sem þið ætlaðu að nota þegar þið spennið grindabotninn. En passið ykkur þegar þið spennið grindabotninn að þið ætlið ekki að spenna kviðinn. Þannig getur verið gott að halda hérna og ímyndið ykkur séu að stoppa bununa. Ef þið finnið að kviðurinn verður harður, þá það ekki það sem að leitast eftir, þá það að nota kviðinn til þess að auka spennuna á kviðarholinu, en þið viljið reyna að nota grindabotninn. Á þessum tíma þá viljið þið reyna að nota þyngdaröndun. Þyngdaröndun það sem margir segja sé að anda niður í maga og mjög góð leið til að æfa þyngdaröndun að hafa aðra hendina á bringunni, hina á kviðnum og þá andar maður bara þannig að maginn lyftist upp og niður en ekki herðarnar. Þindin vöðvi sem liggur hérna undir lungunum og þegar maður andar að sér og dregst hann saman fyrir niður og þegar maður andar frá sér þá bara slaknar á honum. Og það miklu minni vöðvavinna sem fer í þetta en ef maður hérna. Eitt sem skiptir máli viðbót fyrstu 2 vikunar, það að maður vill ekki hjóla og það af því að maður að halla sér þá fram á hjóli og það getur ýtt undir staðum á kviðslit. Vikum 2-4 eftir svona aðgerð þá höldum við áfram reglunum að verkinu megi ekki fara yfir 2 af 10
Ef maður með kviðslit belti þá má maður bara byrja að taka það af sér á nóttunni, en það þarf þá bara að fylgja samt leiðbeiningum heilbrigðisstarfsmanns. Ef að þið eruð ekki viss hvort þið eigið að taka það af eða ekki, þá myndi ég bara einfaldlega hafa það á, en þetta sá tími þar sem maður má yfirleitt byrja að taka beltið af sér. Ég mæli með því að vinna sig upp í að geta gengið í 30 mínútur samfellt. Þetta þýðir ekki það að það kemur vika 2 og þá ætlið þið strax að fara í 30 mínútur. Heldur smám saman bara úr því að taka þessa stuttu göngutúra yfir í það að koma sér upp í 30 mínútur. Má lyfta 10-15 kílóum, ekki þyngra en það. Við erum ennþá að passa upp á kviðvegginn og áfram fara í hliðarlegu áður en að setjast upp. Pössum upp á líkamsstöðuna þegar við erum að taka upp hluti. Við ætlum ekki að vera hokin, heldur vera bein í baki, og þetta aftur til þess að vernda kviðvegginn. Mjög svipaðar æfingar og fyrstu vikunar, en við gerum það aðeins erfiðari, gerum það meiri krafti. Svo komum við viku 4 og nú ætla ég að tala vikur 4-8 og áfram sama regla að förum ekki yfir 2 af 10 verkjaskalanum. Og hérna þarf eingöngu að nota beltið þegar maður þarf þess. Og aftur, þetta eitthvað sem ég mæli með að tala með lækninn ykkar eða hjúkrunarfræðing, sjúkraþjálfara, heilbrigðisstarfsmann sem þið eruð í tengslum við út af þessu. Áfram, ekki lyfta of þungu. Getur verið mjög sniðugt að miða við að vera ekkert að lyfta meiru en 5 kílóum ennþá hérna. Og höldum áfram að fara hliðarlega áður en setjumst upp. En hérna má byrja að taka alls konar þyngræfingar sem auka ekki þrýsting á kviðarholið, nema þá sérstakar endurhæfingaræfingar sem ég fer yfir með ykkur rétt strax. Hérna er ég að tala æfingar eins og kálfalyftur, eins og að beygja hnéð fyrir aftanlærisvöðva, einhverjar æfingar fyrir olnboga, alls konar, bara ekki æfingar eins og þungar hnébeygjur eða rétt stöðulyftu eða eitthvað þar sem þið eruð að spenna kviðinn mjög mikið. Og það sem kannski aðalmáli hérna er að þið ætlið ekki að fara yfir þessi 5-10 kíló í þyngdunum sem það haldið á. Og það ætti að halda ykkur svona þokkalega öruggum. Líka engar kviðæfingar nema endurhæfingar kviðæfingarnar á þessum tíma. Hérna byrjiði að taka endurhæfingaræfingar fyrir kviðinn og ég ætla að fara í gegnum ferlið af því hvernig ég myndi setja upp kvið endurhæfingaæfingar inn í svona prógram eftir kviðslits aðgerð, en að sama skapi þá skiptir mjög miklu máli að þið gerir það sem að hentar ykkur, og ef þið eru að vinna með sjúkraþjálfara þá bara myndi ég fylgja prógraminu frá sjúkraþjálfaranum, ekkert fara endilega í það sem ég segi, en það er mjög sniðugt ef að þið eru ekki í sjúkraþjálfun eftir aðgerðina að fara í gegnum þetta ferli. Og ég sé ykkur hérna. Fyrsta stig, þetta er það sem við byrjum á. Það er, við liggjum á bakinu og við spennum kviðinn þannig að við finnum kviðvöðvana harðna og svo slökum við. Við ætlum ekki að halda stöðunni. Ef þið eru í vesinni með að ná spenna kviðinn, þá getur þið hugsað að þið ætla að þrýsta mjóbakinu niður í bekkinn eða jörðina og bara aðeins fá spennu, slaka. Þegar þetta fer að verða lítið mál, þá myndu þið spenna, halda í 5 sekúndur og slaka. Reyna að fá jafna spennu báðum megin. Og eins og ég segi, til þess að
spenna kviðvöðvana, þá getið þið annaðhvort lyft efri hlutanum á bakinu eða þið getið velt mjaðmagrindina aftur á bak. Og í þessu þá erum við meira að hugsa að velta mjaðmagrindina aftur á bak. Síðan þegar þið eru byrjuð að geta legið á bakinu og spennt kvið í 5 sekúndur og það er ekkert mál, þá förum við að þrýsta mjóbakinu aðeins meira niður. Þá liggjum við á bakinu, spennum kviðinn og þrýstum mjóbakinu alveg vel niður. Þannig við erum komið með góða spennu í kviðinn hérna. Höldum 5 sekúndur og slaka. Þegar þetta fer að verða ekkert mál, þá förum við að gera þetta. Halda spennunni, halda bakinu í bekknum og svo myndum við draga hælinn niður, halda spennuna allan tíman og svo hinn hælinn til skiptis. Og hérna skiptir mjög miklu máli að þið ætlið ekki að missa mjóbakið frá þegar þið farið með hælinn lengra frá. Af því að ef að þið gerið það, þá eru búin að missa spennuna í kviðinum, þá græðið þið ekkert á að fara lengra. Þannig þá ef að þið komist bara hingað áður en mjóbakið lyftist, þá bara takið þið svona stuttar hreyfingar. En hérna ætlum við að vinna okkur í það að geta gert þetta, kannski svona 10-15 sinnum án þess að fá nein aukin óþægindi. Og þetta er ekki neitt svakalega erfitt lengur, þá förum við í næsta stig. Næsta stig er í raun og veru að fara á svokallaðan svínahrygg. Og ég er ekki með svínahrygg hérna inni núna, en getið séð, ég ætla í raun og reyna að líka eftir honum með þessum púða. Svínahryggur í raun og veru bara eins og nuttrúlla sem búið að skera í sundur. Og maður leggst á svínahrygginn og þá er maður óstöðugur. Og ég mæli yfirleitt með að vera með höfuðið ofan á svínarhryggnum og síðan eins langt niður eftir bakinu og þið getið. Ég er ekki með höfuðið á bara af því að þessi púð er ekki nógu stór. Ef þið eigið svona púða þá virkar hann alveg til þess að gera ykkur óstöðug. Svo er það sama, fáið mjóbakið niður, byrjið með hendurna svona upp og svo hreyfið þær til hliðar, rólega, jafnvel upp, gera alls konar með höndunum og reyna að halda ykkur eins stöðugum og mögulegt er. Þegar þetta fer að verða auðvelt, þá myndið að hafa hendurna uppi og lyfta fótunum til skiptis. Þegar þetta fyrir að vera auðvelt, þá komum við í næstu æfingar og þá erum við líklega komin lengra en viku 8 og þá erum við komin í döðpödduna. Fyrsta stig á henni, mjóbakið í jörðinni og svo mjög bogin hné og bara rétt tylla hér. Og spennuna í kviðinn. Og þegar að við verðum betri, þá getum við alltaf bara að fara að rétta þans meira og meira úr njánum þar til við getum alveg rétt úr þeim. Mjóbakið aldrei að lyftast í þessu. Ef það lyftist, þá er það að missa spennuna í kviðinum og þá græðið ekkert á æfingunni. Þetta gengur út á að halda spennunni á meðan þið farið hérna niður. Þegar þetta verður of auðvelt, þá bætið höndunum við hendi á móti fæti. Þegar það fer að verða auðvelt, þá getið þið verið með bolta eða eitthvað annað hérna á milli. Fót og handa, halda þrýsting. Og þegar þið eru komin á þennan stað, þá er þið þokkalega vissum að kviðslitið sé ekkert ángra ykkur lengur af því að þetta er ansi mikið álag. Ef að þið þurfið að fá eitthvað meira álag, ef þið eru íþróttamenn sem að æfa þannig íþróttu þurfið að vera í miklu álagi á kviðinn, stangastökkvarar, spjólkastarar, eitthvað þannig, þá mæli ég með því að tala bara við sjúkraþjálfara og fá
sérhæft prógram. Yfirleitt fer maður þá að vinna í alls konar æfingum þar sem að maður er með hendurnar. Í raun og veru er maður á hnjánum, er með eitthvað undir höndunum og rennir áfram. Oft er maður með svona græju sem að svona dekk á hjólum eða lyftingastöng á lóðum, rúllar áfram, jógabolta, eitthvað þannig, en þetta er eitthvað sem að þið myndu vilja gera algjörlega í samráði við sjúkraþjálfara. Þannig ef að þetta sem ég fór með ykkur í gegnum þarna er ekki nóg fyrir ykkur, þá myndi ég klárlega mæla með að fara til sjúkraþjálfara. Þegar þið eru komin í það að vinna á svínahryggnum, þá mæli ég líka með að taka bakæfingu sem að maður er á 4 fótum. Fyrsta útgáfan er í raun og veru að maður heldur bakinu beinu, fyrsta útgáfan er maður heldur í beinu, lyftir hendi, heldur stöðinni. Þegar maður getur gert það í 30 sekúndur án þess að fara að beygja sig eða betta, eitthvað þannig, þá myndum maður gera fót. Þegar maður nær því í 30 sekúndur, þá er það hendi á móti fæti. Síðan getur maður annarkvort reynt að lyfta hnjánum upp, þannig þá er maður óstöðugri. Hérna viljum við reyna að halda stöðunni, vinna okkur upp í svona hálfa mínútu, 45 sekúndur áður en við förum í næsta. Svo tæknilega séð er næsta þar og eftir að vera hendi og fæti, hendi og fótur, en þetta er einfaldlega mjög þung æfing þegar maður er komin með sömu hliðina og mjög algengt að fólk gera hana illa, þannig þá mæli ég bara með öðrum bakæfingum þegar því er komið. Og hérna í þessum æfingum getur verið mjög gott að vera með klósettrúllu eða eitthvað á bakinu svo að þið finnið fyrir því ef að þið eru að halla ykkur til hliðana. En ef að þið eru bara þokkalega bein, þá ætti nú að haldast vel á. Og eina með klósettrúlluna er að ef þið eru fött, þá helst hún betur á. Þannig það er eitthvað sem þið viljið ekki. Þið viljið halda bakinu beinu, en annars virkar klósettrúllan mjög vel. Og hérna eins og öllu hinu, ekki fara yfir 2 af 10 í verkjum. Eftir 8 vikur þá höldum við áfram að við viljum ekki fara yfir meira en 2 af 10 á þessum verkjaskala sem við talaðum áðan. En hérna má byrja að lyfta þyngra. Og við ætlum ekki að fara úr að mega ekki lyfta meira en 5-10 kílóum yfir í það að fara að taka 100 kíló í réttstöðulyftu, eða ef maður er einhver kraftajötun, taka 400 kíló í réttstöðulyftu, ætlum að vinna okkur upp í þetta. Og þá bara byrja maður á rétt rúmlega 10 kílóum og svo bara smám saman vinnum maður þessu upp. Ekki of hratt af því að maður getur meiðst við of miklu álagsaukningu. Ég mæli með að halda bara áfram því sem þau eru komin með í hvið æfingaprogressionu sem ég fór yfir áðan. En svo er mjög sniðugt að fara að bæta við plönkum, síðan armbögum og enda á því ef að þið þurfið að taka æfinguna sem þið rúlið ykkur fram. Ef þið eruð að fara í þá æfingu þá út af því að þið þurfið að
ná meiri styrk af því þið finna alltaf til við íþróttanir ykkar, þá mæli ég með að hafa samband við sjúkraþjálfara. Ef að þið eru byrjuð að rúlla ykkur framtaka þá kviðæfingu bara af því að þið viljið fá þyngri kviðæfingu og ykkur líður vel í kviðnum, þá er það í lagi. Ef að þið eru ekki tilbúin þegar kemur að viku 8 til þess að fara í þessa þyngingu á æfingum, þá ætlið þið náttúrulega ekki að þyngja æfingarnar. Heldur bara leyfa ykkur að taka aðeins meiri tíma áður en þyngið. Svo ætlið að tala meðferð án aðgerðar og hún í raun og veru bara svipuð og ef að við myndum taka aðgerðaprógrammið og byrja bara í viku 4. Það byrja með myndum við kannski byrja á því að reyna að minnka alveg álagið á kviðnum, bara koma okkur í okkur stöðugt ástand og svo myndum við bara byrja á þessum fasa sem að var eftir viku 4 og sömu reglur. Stundum getur fólk losnað við verkina, stundum ekki og stundum þarf bara að fara í aðgerðir. Ég mæli alltaf með að láta tékka á kviðslitinu af því að það getur verið hættulegt að gera ekki við það en það getur líka verið ekkert mál að gera ekki við það. Það fer bara eftir kviðslitinu, þannig alltaf láta tékka á því en stundum getur fólk losnað við verkina með endurhæfingu. Og það er mjög mikilvægt að hætta því álagi sem að gerir verkin frá kviðslitinu verri og svo ef að þið náið verkjunum niður, þá getum við smám saman farið að setja inn það álag aftur, bara hægt og rólega. Og þetta er yfirleitt það sem við köllum excentrísk vöðvavinna sem gerist hratt. Og excentrísk vöðvavinna er það þegar við erum að draga vöðva saman til þess að hægja á hreyfingu. Þannig eins og hérna til dæmis er ég að beygja olnbogann og þegar ég beygja hann þá er ég að draga vöðvann saman gegn þyngdaraflinu en þegar ég fer tilbaka þá er ég í raun og veru að hægja á því að þyngdaraflið togar í hendina og þá er ég að draga hann saman excentrískt. Þannig þetta er þetta álag þar sem maður er að rétta úr kviðnum hratt sem er yfirleitt sárast en einnig önnur álög á kviðinn geta verið sár. Og það er alls ekkert alltaf þörf á aðgerð en ég ætla að enda á því að tala örsnöggt mjög mikilvægan hlut fyrir fólk sem hefur farið í kviðarholsaðgerðir sem er ekki kviðslitsaðgerðir, að það er mjög mikilvægt að fólk sem fer í kviðsjáraðgerðir, það sem er bara að gera svona lítil göt, að þetta fólk sé alveg í 6 vikur án þess að halda okkur þungu, það er alltaf á hliðina áður en að reisa sig við og passi vel upp á kviðinn, ekki hjóla, ekki þannig. Það er mjög mikilvægt fyrir fólk sem fer í opna kviðarholsaðgerð að vera alveg í 8 vikur þar sem þið eru að passa ykkur á því að halda ekki á þungu, ekki reisa ykkur við beint úr rúminu, heldur leggjast á hliðina, hugsa alla þessa þætti en það er samt skiptir mjög miklu máli að pæla í þessu af því að annars getið þið farið að fá kviðslit og þið viljið ekki fá það út af því að þið hugsuðu ekki nógu vel ykkur eftir aðgerð og auðvitað getið þið líka fengið kviðslit eftir kviðarholsaðgerðir án þess að það sé endilega ykkur að kenna en þannig ekki heldur kenna ykkur ég hefði bara átt að gera betur. Nei, það er ekki það sem ég er að tala heldur er ég meira að segja við viljum reyna að minnka líkunar eins mikið á kviðslit og mögulegt er af því það er svo leiðinlegt þegar að maður fær kviðslit eftir svona aðgerðir.
Síðan núna er fyrirlesturinn búinn og þá vanalega mun þetta verða þannig að fólk getur verið með spurningar eða búið að senda inn spurningar fyrirfram sem að ég fer þá yfir, en af því að þetta er ekki rauntíma streymi heldur upptaka, þá verður ekki þannig núna. Planið er að gera þetta einu sinni í viku og þá velj ég mér eitthvað efni sem að ég vil tala um. Í þetta skipti var það sjúkraþjálfunartengt. Í næstu viku ætla ég að tala um upphitun og niðurlag sem að vissulega gagnast í sjúkraþjálfun en er meira íþróttamiðað. Þannig að þetta verður allt einhvers konar þjálfunarmiðuð fræðsla, og ef ykkur líst vel á þessa fyrirlestra sem að ég verð með á YouTube, þá endilega mæli ég með að þið kíkið á geðþjálfun.is og tékkið á fræðsluefninu þar. Ég er með fræðslunámskeið bæði sjúkraþjálfunartengd og íþróttatengd og þar er farið kerfisbundið yfir meira efni og ég kafa oft dýpra og fræðilegra í hlutina þar. En annars þakka ég bara fyrir áhorfið og sé ykkur í næstu viku.